Jæja, verið þið hjartanlega velkomin í Hannesarholt á Syngjum saman. Ég heiti Ragnheiður Jónsdóttir, stofnandi Hannesarholt og við erum svo heppin að fá þessa yndislegu menn með okkur í dag. Benna Sig og Svein Arnar. Benni hefur verið hérna áður en þú ert í fyrsta sinn. En Syngjum saman hefur verið í Hannesarholti, við höfum haldið þessu úti, við erum að byrja 12. árið. Heyri ég eitthvað? Það er að segja að við höfum haldið út í Syngjum saman frá upphafi og við opnum 13. febrúar 2013. Þannig að ekki svolítið gott úthald. Heyrðu, en þetta er yndislegt og ég býð ykkur velkomin sem eru hér með okkur og ég býð ykkur velkomin sem eruð heima og svo býð ég þau velkomin sem hlusta át í næstu viku og þar næstu og af því þetta hleðst upp á fésbókin okkar og síðar á heimasíðun okkar. Þannig að syngjum saman og sækjum, hvað heitir það ekki, G-vítamín í kroppinn og njótum. Heyrðu, ætla bara því að ég hef heyrt til þeirra og það er svo ansi mikið fjör í þeim. Þannig ég ætla að benda á að það má dansa og bara hafa eins gaman eins og við getum. Gjör svo vel. Ég gleymdi þetta, það er frýttinn á Syngjum saman í vetur, móður minni til heiður sem hét Marinella Ragnheiður Haraldsdóttir. Hefði orðið nýræð í haust en hún lést síðasta sumar. Og hún var með okkur öllum stundum hér í Syngjum saman á meðan stætt var. Þannig að við syngjum til hennar og allra. Svo hefði móður hennar átt afmæli í dag sem hét Ragnheiður Erlendsdóttir. Hefði orðið 128 ef hún var einnig þá. Og þeir taka Hlíðarendakot og amma, Ragnheiður amma, hún er mitt ólst upp á Hlíðarenda. Þannig að við vinkum bara öllum okkar englum og syngjum með. Takk fyrir. Takk fyrir að fá að vera hérna. Mikill heiður og mjög gaman að koma hingað. Fyrsta lagi sem við munum syngja hérna í dag er Litla flugan. Og nú er sá tími ársins sem maður vaknar á morgnana og heyrir fuglasönginn. Fuglarnir eru í tilhugalífinu og það þýðir nýtt líf er að kvikna. Og maður getur alltaf huggað sér það þegar harðnar á dalnum hjá manni, þá kemur alltaf vor aftur. Og það er sannarlega að koma núna. Þú vor í dal? Vor í dal, lifna vor í dalnum. Ekki á það? Það er ekki? Falleg melódía. En ég spurði ekkert því að Björgvin að því hvað í rauninni hvað þetta væri. Hann gat ekki svarað því. Það var textin er svolítið djúpur. Þannig að þið kannski pæli því með þið syngið. En kannski má þetta koma að ég hugsa alltaf ömmu mín að þeir syngja þetta lag. Vegna þess að ég átti mjög djúpa samræða við hana fyrir 2-3 árum. Hún er fædd 35, afskaplega hress og
En hún misti manni sinna afa fyrir 12 ára síðan og hún sagði við mig, veistu það, mér hlakkar til að deyja. Mér kvíðir ekki dauðanum, ég er búin að lifa svo góða ævi, ég á svo góð börn og barnabörn og ég bara bíð eftir því að þá tekur afiðinn á móti mér og allt mitt fólk. Og þessi texti, ég hef hugsað alltaf þetta lag. Ég er efnismikið ekki lengi verð. En við skulum bara prófa að syngja það lag. Ég veit að það er fólk að hlusta víðsvegar um landið. Ég veit um fólk í Skagafirði, Patreksfirði, Bolungarvík, Hólmavík og örugglega fleiri stöðum. Og örugglega á Kanarí, út á sjó, Bene, Ameríku. Og við erum hérna með amerískt lag, country-söng, sem var töluvert vinsælt við brúðkaup. Þannig að þegar ég var að byrja að spila, loksins ég fann því og menn breyttu þá augunum í blá og allt mögulegt. Þannig að þetta er mjög fallegt og skemmtilegt lag og þið kunnið þetta örugglega og það er að gera radda. Það er að segja, ný radda. Er ekki hálfur Víðisstaðakórinn hérna? Já, það er allar eitt við þig. Það er ég. Til
Það bætir djókinn, sem betur fer. Það var einn Ísfirðingur að koma í salinn, þannig það er mjög gott. Hálfur Ísfirðingur. Það versnar ekki. Nei, á Ströndum líka, Snæfellsströnd. Snæfellsströndinni. Það er nú ekki verra. Nei, ég veit það. Ljúfa einhver annað hérna? Er einhver annað hérna? Nei, engin annað. Það er annað að hlusta, alveg örugglega. Já. Ljúfa annað. Það var ekki ekki. Og fólkið heima og hérna í salnum getur dillað sér í takt við hérna hlæð. Þetta nú yfirlega sungið bara þegar heyjannir að enda. Þegar töðugjöldin eru. Sveitarson ekki það nú, Sveitarssonurinn. Skemmtilegt. Þetta er Davíð eða? Það er Davíð. Davíð. Þetta er nú eitt af mínum uppáhalds. Og ég fer mikið með harmonikuna á hjúkrunarheimili að syngja og þetta lag slær alltaf í gegn. Rosalega flott og fallegt lag og ljóð. Og veistu hvað þetta fjallar, Arnar? Þetta er eftir Davíð Stefánsson. Já.
Og viskipilla og... Viski og akkurat. Það ábyggilega að hjálpa það. Já, sennilega. Viskipill. Það til einhver saga um þetta, ég bara man það. Það var alltaf hægt að sitja á syngja þetta sko. Það sem ekki fyrir í sig. Já. Nú erum við stödd í bara réttum, einhvers staðar í einhverju sveit. Og það er allir með vassapilla, þess að það var áhuga á því. Þú komst í hraðina, hvítur hesti, þú komst með von í augun þér. Ég söng og fagnaði góðum gesti og kaffið alltaf í brjósti mér. Ég söng og fagnaði góðum gesti og kaffið alltaf í brjósti mér. Ég heyri álengda hóla bíl, ég horfi nátt á eftir þér. Svo kaffið alltaf besta vin og við hans á vörðinni. Svo kaffið alltaf besta vin og við hans á vörðinni. Og aukum aðeins tempóið. Þó við Þetta er nú samt ekki sungið svona alveg í Skagafirði, það ekki? Þetta er ekki sungið svona. Nei, en þetta er bara mjög fínt sko. Kannski að menn eru konið mjög neðarlega pela, þá kannski slakka á aðeins á Já, tempóið. gæti þér. Hvað er næst? Já. Lilja. Lilja. Þetta hefur nú bara slegið í gegn, algjörlega. Já. Ekki ég. Ég
Njálsson. Yndislegt lag sem við getum alveg raddað í rót, held ég. Þetta er það í G. Já. Það ekki? Jú. Skátarnir tóku yfir, sko. Sem skátarnir tóku yfir, sko. Thank you.
Ragnheiður Erlendsdóttur. Þetta er náttúrulega alíslenskt, textinn eftir lagið eftir Friðrik Bjarnason, Hallfirðing, og Þorsteinn Erlingsson gerði ljóðið. Þetta er náttúrulega klassískt lag, var í skólaljóðunum og svo er þetta mjög falleg kórútsýning af þessu og ég hef mikið notað hana í gegnum tíðina. Og við sungum þetta átt í Englandi í haust, kór Víðistæðarsvagnar. Þeim fannst þetta ægilega skemmtilegt, Bretunum, þetta lag. Og það er gaman af. En sem það er náttúrulega fallegt og flott, leitt og kátt, var það ekki séð. Skemmtileg og lífseig. Því að eins og ég sagði, þá syngjum saman til heiðurs móður minnar sem var fædd 1933 og móðir hennar átti afmæli í dag, hún var fædd 1896, Ragnheiður Erlendsdóttir og líðandi í Fljótshlíð. Þorsteinn Erlingsson sem samdi þetta ljóð var vinur pappa hennar, Erlendar Erlendssonar, ég mann, þegar þeir voru fæddir 1800 og eitthvað bíldið og þannig að litlu krakkarnir hlupaði út stéttarnar, það var hún amma mín meðal annars, fædd 1896. Og við syngjum þetta bara ennþá eins og við syngjum Bjarka Halldórs og allt sem og við erum ekkert að pæla í þessu, en þetta er kannski 150 ára. Þannig að þetta lifir, ef við höldum áfram að syngja, þess vegna þurfum við að halda áfram að syngja saman. Halda við vonum við. Já, og afmælskveða til ömmu. Ég held að segja einmitt mikilvægt að það er okkar megin skylda að kenna börnunum okkar þessi lög. Þetta er hluti af okkar menningararfi. Þetta var hluti af sögu Íslands. Og þetta gerist ekki að sjálfu sér. Þá erum við með húmarakveldi. Við erum aðeins að róa þetta niður. Húmarakveldi er mikið sungið inn á klósettum í Skagafirði. Sérstaklega klósettsöngur. Þetta er söngur sem var alltaf í hléi á böllum, í Miðgarði hjá Geirmundi. Hann tók nú ekkert löng hlé og hefur ekki tekið. En þá var alltaf safnað saman inn á karlaklústinu. Og líka konundar. Það var ekki verið á kvenklústinu, en karlaklústinu og þar voru allir. Og það hljómaði náttúrulega mjög vel. Og þar var þetta tekið alveg vilt og galið. Og það var enginn með lagið í rauninni. Þetta var alltaf En við tökum þetta í dag, við röddum þetta í dag líka. Og svo tökum við bara Ég er þreyttur einu sinni í fyrra skiptið og tvísvar í seinna skiptið. Þá vorum við mjög þreytt. Þá vorum við þreytt.
Friðrik og Guðmundur Halldórsson. Já, þetta er þín geist. Hvar er þetta hamrabelti? Já, Það er spurning. er það ekki í Reykjadal? Ég hugsa að það sé tilbúið. Það er tilbúið. Nei. Það er hugarburður. Er það ekki bara um allt land, meir og minna? Er það ekki Karlakortslag? Þessi, sá sem samti þetta lag var söngkennari minn í gamla daga. Ok, Friðrik Jónsson. það er gaman. Friðrik Jónsson. Þeim og Halldórsdóttir Reykjadal. Sá sem samti textan staðfesti það við menn sem ég þekki að hamrabelti væri vestur á Barðaströnd. Það sem Daggrós bjó undir því. Og það daggar drópar koma fram þarna og það er rós líka. Þetta er ástarvísa, ástarlög. Klárlega. Ég er búinn að rannsaka þetta mikið. Já. Hvaðan sagður að höfundur textans væri? Hann er úr Þingeyjarsveit. Hann Þingeyjarsýslu. var frá Húsavík. Já. Þetta er bara frá... En Húsvíkingar er ekki sammála um hvaða hamrabelti það gæti verið þar. Nei. Við skulum prófa að syngja þetta, kannski... En ekki þetta. Þetta er hérna, hvað er svo glatt, eftir Jónas Hallgrímsson og lagið er eftir Væsi sem var danskur. Þetta lag allavega. Og ég viðurkenni það, þetta er eitt af þeim lögum sem ég bara aldrei geta lært út af. Það er merkilegt. Þetta er textan? Nei, ekki textan. Heyrðu og svo annars ég vil segja ykkur, og líka ykkur sem er að núti, þetta lag eins og allt eftir Jónas er hægt að syngja á ensku. Svo góðri ensku að það þarf ekki að hugsa sig það dettur beint inn í textan. Þýtt af Dick Ringler, öðlingi sem bjó í Madison, Wisconsin, lést fyrir stuttu síðan og hann gaf út fyrir svona 20 ára síðan bók sem heitir Bard of Iceland eða Sagnaþulur Íslands. Og allt sem að Jónas skrifaði er þýtt á svo fína ensku. Ég skoraði okkur að eignast þessa bók og gefa hana vítt og breytt. Af því að þetta er eiginlega, ótrúlegt. Þetta er svo mikið þrekvirki. Hún heitir Bard of Iceland. Bard? Já, sem þýðir sagnaþulur. Við eigum hana uppi og gefum út á forlaginu og kostar einhverja baunir, 1900 krónur eða eitthvað, 2900 eða eitthvað sliss. Þannig að þetta er algjör demantur.
En við skulum bara syngja þetta á íslensku núna. Áfengisauglýsing í þessum síðasta. Já. Það bannað. Það sem var bætt inn á síðustu stundu af Inga hérna vegna að tala um klósettferðirnar í Skagafirðinu. Vínið. Já. Þá er það íþróttaþjóðsöngur. Ferðalok. Njá, það má ekki kalla þetta ferðalok. Erum öllu græður? Nei, ég er komin heim. Ég er komin heim? Ferðalok er til, sko. Já. Annars, já. Thank you.
góði maður. í sandin eða eitthvað. Það var eitthvað svona ljúft, var það ekki? Já, eigum ekki bara standu. Ekki? Það var góð hugmynd. Góð hugmynd var það. Þetta er sumar og mikið sumarlag. Síðan Ása viltu koma að syngja síðasta lagi með mér? Já. Jæja. Einu sinn á ágústmorgni, austur í
Takk fyrir að gera. Þetta var gaman.